Sko, ef við ætlum að gera besta æfingamyndband allra tíma, þá leitum við beint í slagæðina. Þó að þessi bók sé skrifuð fyrir 23 árum síðan, þá er hún langt á undan samtíðinni. Og jafnvel enn lengra á undan fortíðinni. Í þessari bók, þá færðu svör við spurningum eins og hvað er best að pósa lengi í henni, hvernig er best að anda á æfingum og síðast en ekki síst hvernig er næst best að anda. Þakka þér fyrir, Bjössi minn. En ef þú hefur ætlað virkilega að ná árangri, þá hefur bara náð einu í einu. Hvað á ekki að fá sér eina kalda? Hefur þú viljað eitthvað sterkara kannski? Nei, ég drekki ekki. Veistu fyllibita? Nei, fyllibita drekka. Já, þetta hélt hann Bjössi lengi við líka. Þannig ætla ég útskýrið fyrir honum að samkvæmt SA eru 22% líkur á því að karlmenn verði háðir vímuefnum. Og það er því það bil 4% líkur á því að Bjössi lendi í ruglinu. Samkvæmt SA eru 15% líkur á því að hann dragi einhvern með sér í svæðið. Og mér reiknast lauslega til að það séu 58% líkur á að sú persóna yrði ég. Þannig að þú hlýtur að skilja að mér séu mikli persónulegir hagsmunir í því að halda Bjössa edrú. Já, en ég hef aldrei drukkið, sko. Ég er bara hægatrúar. Já, við sjáum allir hverju það hefur skilað þér. Þú verður að halda reistúri. Vera svolítið elegant og suffocated. Það er ekkert suffocated við það að vera með buxurnar á hælunum. Ertu ekki sammála því? Jú, ég er alveg sammála því. Ég sendi Bjössa á minnstakosti 2 aðfundi í viku. Og þú fer með í kvöld. Nei, ég kemst ekki í kvöld. Jú, ekkert rugl. Þú þakkar mig fyrir það seinna. Þú mátt enda bara þakka mig núna, annars glemur því. Takk. Ekkert að þakka. Bjössi, komdu.